Ég þarf oft að reka inn á hverju hausti. Stundum hef ég mannskap og stundum eru fáir. Kindur, sérstaklega lömb, reyna oft að sleppa, en þau komast yfirleitt ekki langt. Hundarnir venjast á og vita nákvæmlega hvað ég er að gera þegar við byrjum að reka inn. Þeir fara að eiga sína staði sem að þeir fara á og standa fyrir og smala á. Eins og við sjáum hérna rétt á eftir. Hérna er prins á komin á staðinn sinn, hann passar að það er alltaf þarna. Ég hef oft séð hundlausa smala, bæði heima við bæi og upp í heiði, í erfiðleikum við sára einföld verkefni. Verkefni sem væru létt og auðvöld fyrir smala með þokkalega hund. Ég minnist þess frá því að ég var ungur smali að hafa smalað kindum að hlýði og misst það allt út í veður og vind þegar ég þurfti að fara og opna hlýðið. Það er oft þannig að þó ég hafi mannskap í göngur snemma á haustin, eru oft allir á bak og burt þegar að líða fyrir á haustin. Það þarf engu síður að smala. Hér er ég að reka lömbin heim. Það má segja að hundarnir sé ekki síst gagnlegir til að venja kindurnar. Ég hef margt tekið eftir því að í fyrsta skipti sem að fer að smala einhverjum kindum sem ekki eru vana svona hundum, þurfa hundarnir að fara fyrir þær og berjast við þær. Síðar verður nóg að kindurnar viti af hundinum eða allavega þurfa þeir rétt að leggja af stað, þá hætta kindurnar við að fara út úr hópnum. Sjáu þið hvað lömbin eru róleg. Ég held að kindum líði betur ef þær eru undir góðu maga, góðri stjórn. Það eru oft einhverjar latar eða veikar kindur í hópnum sem hundarnir geti illa ráðið við. Einn góður sagði mér að íslenskar kindur héldu ekki hópi. Þess vegna væru þessir hundar vonleysir við íslenskar aðstæður. Hinn mismunandi fjárkyn er ekki eins. Það er samt verst að smala kindum sem ekki nenna að hreyfa sig. Hér er ég að reka vetugumla ærnar heim. Það halda vel hópinn á þess að hundarnir sé að gera svo mikið. Þetta er tamið fé. Það yrði engu að síður fljótt erfiðara að eiga við það ef hundarnir væri ekki með. Hvolpar eru aðeins hráefni, þó þeir séu vel ræktaðir. Það er aðalatriðið að þeir verði góðir eftir að búið er að temja þá. Ala þá upp eins og skotinn segir. Það er alveg nauðsynlegt að það sé gott samband milli hundsins og mannsins sem á að nota. Það er til dæmis ekki líklegt að nokkur ná árangri með hund sem þeim er illa við. Eða ef hundinum er illa við þá. Það er engir tveir hundar eins. Þannig að það er ekki takt að
fara eins að öllum hundum. Þó ég hafi átt marga hunda og fleiri hunda en flestir, þá er ég ennþá að koma fyrir að eitthvað sem ég hef gert við þá hunda sem ég hef þjálfað fram að þessu gengur ekki á einhvern sem ég er að byrja með eða er að kenna. Það verður alltaf að hafa svona opinn huga fyrir því að það er ekki hægt að fylgja nákvæmlega einhverjum forskriftum. Það eru alltaf 3 til 5 hundar lausir á hlaðinu hjá mér án þess að þeir séu til vandræða. Það er sjálfsagt að hafa einhver aðstöðu til að geyma hundan á nóttinni eða þegar að farið er að bæ. Annarkvort svona búr eins og ég er með eða einhver aðstöðu til að binda þá. Það er oft þannig að hvolpar eru hlýðnir til að byrja með. Síðan þegar þeir komast á unglingaaldurinn, oft kannski svona 3 mánaða gamlir, verða þeir óhlýðnir. Það er þá upplagt að setja þá í keðju og byrja